Þess að ég heiti Björgvin Ívar, eins og þið sjáðu þarna og vissu sjálfsagt áður, og ég er kennari í Langholtsskóla í Reykjavík. Ég er líka verkefnastjóri í skólanum, þannig að ég er að kenna svona helminginn af tímanum mínum, en hinn hlutan er ég svona að sjá alla stafrænu miðlana í skólanum, halda utan svona þessi stafrænu kerfi sem við notum, aðstoða kennarana í því að nota upplýsingatækni í starfinu sínu og veita þeim svona ráðgjöf með það. Og svo er stór partur af þessu líka að halda utan öll Apple-tækin sem við erum með í skólanum. En sem sagt, Langholtsskóli er frekar stór skóli, margir nemendur hjá okkur, og við erum með sem sagt iPad í höndunum á nemendum, svona einn og einn í bæði úlingadeild og í 7. bekk hjá okkur. Þannig að í 4 elstu árgöngunum í skólanum. Þetta er skóli sem nær frá 1. bekk upp í 10. Og við erum með 4 elstu árgangana eins og er með iPad þar sem hver nemandi hefur sitt tæki. Og það er heilmikið utanum það og kerfið sem við notum í sambandi við það. En ég kannski bara byrja á að tala þetta, þessa verkfærakistu sem iPadin er, af því að hún er náttúrulega eiginlega bara stórkostleg þessi verkfærakista, og það er frábært að nemendur geti sótt sér verkfæri í þessa verkfærakistu í raun og veru hvenær sem er á meðan þeir eru að læra. Og þetta opnar svakalega mikla möguleika fyrir okkur að skipuleggja starfið með alla þessa möguleika sem að þetta tæki gefur til þess að skapa. En síðan þegar maður fer að vinna í þessu umhverfi og fer að opna alla þessa möguleika til þess að skapa, svolítið í byrjun kannski með fókus á tækið, þá fer maður átt að segja á því að þetta snýst eiginlega ekkert tækin, það að fá nemendur til þess að vinna á fjölbreyttan og skapandi hátt. Heldur miklu meira á svona heildar námsumhverfi sem að við búum til og þessar aðstæður sem við búum til fyrir nemendur til þess að nám geti farið fram, og að í raun og veru þannig að þau geti skapað á sem fjölbreyttastan hátt og fundið sína hillu og það sé bara svona gott námsumhverfi þar sem er möguleiki að gera alls konar. Og mér langar að taka ykkur með í smá svona ferðalag inn í skólan til þess að svona reyna að gefa ykkur smá innsýn í það hvernig við erum að reyna að búa til umhverfi sem að snýst það að nemendur séu sko stöðugt að skapa eitthvað hluti, að búa eitthvað til, vinna verkefnatengt og hvernig við höfum farið að því. Og svo ætla ég að sýna ykkur kannski afrakstur einhverjar vinnu hjá nemendum sem að gefa ykkur kannski þá enn meiri innsýn í það hvernig við komum þeim áfram í að nota mjög fjölbreytta miðla og mjög fjölbreytta tækni til þess að tjá sig samt á mjög svona professional eða svona faglegan hátt. Því að það er í raun og veru það sem að við viljum að sé hjá okkur, er að svona skapandi fjölbreytt vinna sé sko norm en ekki undantekning hjá okkur. Og það sem við eiginlega byrjuðum á að gera, eða kannski ekki byrjuðum á, við höfðum verið í mörg ár að gera tilraunir með alls konar notkun á fjölbreyttum miðjum, við vorum að leyfa nemendum að búa til bíó, við vorum að leyfa þeim að gera alls konar hluti, við vorum að gera tilraunir með því að samþætta í einhverjum verkefnum 2 námsgreinar, jafnvel 3, og þá vorum við svona að reyna að fara í samstarf kennararnir og svo framvegis. Þessar tilraunir voru komin með okkur í raun og veru á þann stað að við höfðum rosalega trú á því að það ef við myndum vinna saman alltaf, þá myndum við sko fá í raun og veru fram kosti hvers og eins kennara og styrkleika hvers og eins kennara og gefa nemendum miklu betri aðgang að öllum þessum kostum sem kennararnir hafa og eru mismunandi milli einstaklinga. Líka það að með samþættingu, þar sem að við tökum saman fleiri en eina námsgrein, þá bjuggum við til svolítið góðan tíma fyrir verkefni
því að skipulagið hjá okkur var þannig að við vorum með greinar eins og íslensku sér og samfélagsfræði sér og náttúrugreinar og svo framvegis. Stundaskráin hjá nemendum var svona sundur bútuð af námsgreinum og það var alltaf bara einn kennari sem var bundinn við hvern tíma í námsgreininni áður. En við vildum sem sagt opna á þetta af því að við vildum búa til tíma til þess að vinna dýpri og meiri verkefni. Og það sem við gerðum, skrefið sem við gerðum til þess að skapa svona ákveðin grunn fyrir þessa hugsun var að sameina nokkrar greinar í eina stóra grein sem heitir smiðja hjá okkur núna í stundatöflunni og við erum núna alveg á 4. ári þar sem að það engin íslenska samfélagsfræði, náttúrugreinar, engin upplýsingatækni, engin lífsleikni og hluti af valinu eða sem sagt bundna valinu sem hét hjá okkur komin inn í þetta, þannig að það komin ein stór grein inn í stundatöflunni sem heitir smiðja og þar allur árgangurinn alltaf svolítið langur tíma hverjum degi í smiðju og með hverjum árgangi þá eru alltaf á vakt í smiðju 3 til 4 kennarar eftir í hversu stór árgangurinn og við erum ennþá að vinna í raun og veru kannski undir þessu heiti smiðja, þá erum við ennþá að vinna eins og við vorum að gera að mörgu leyti áður. Kjarninn í greinunum heldur sér alveg. Við erum ennþá að vinna mjög mikið með hugtök og orðaforða og skilning á orðum í náttúrufræði, í samfélagsgreinunum, í íslenskunni. Við erum með bókmenntirnar inni og allt þetta efni sem var í þessum greinum allt þarna ennþá. En það sem við höfum svona meiri tíma með nemendum þegar við erum að vinna ákveðnu verkefni, þá erum við að vinna bara fjölbreyttari verkefni og við erum að þjálfa kannski mikið fleiri tegundir af hæfni samhliða því að vera að vinna með hann orðaforða þessi hugtök og svoleiðis. Þannig að við höfum tíma virkilega til þess að vera að hanna hluti, til þess að smíða hluti, til þess að búa til kvikmyndir, til þess að búa til lög og til þess að taka upp hljóð og gera podcast og allt þetta sem við erum að gera. Við höfum tíma til þess. Og við nálgumst þetta líka þannig að við erum með sem sagt lotur, það sem að taka kannski 2 til 3 vikur og lotan þá tengd einhverju ákveðnu þema og þau vinna sem sagt nokkur verkefni inn í þeirri lotu. Og lotan, þemað fyrir lotuna getur komið til dæmis úr náttúrufræðinni. Þið sjáu hérna eina lotu sem við vorum að klára daginn í 8. bekk sem geta sveppir ljóstillífað. Þetta náttúrufræði lota, þematengt. Og þegar við förum á stað í þetta, þá fara allir tímarnir í þetta verkefnahefti hér í 2 til 4 vikna, yfir 2 til 4 vikna tímabil. Og þetta dæmi 3 vikna tímabil og ég skröpa bara svona í gegnum þetta. Við reynum alltaf að búa til eitthvað svona skemmtilegt heit á lotuna, geta sveppir ljóstillífað heiti þetta. Svo erum við með hérna kennarana sem að lista upp. Þetta eru kennararnir sem að mæta á vakt með 8. bekk og meðan hann að fara í gegnum þetta. Og við reynum að útskýra yfirlit og tilgang og gefa þeim aðgang að því efni sem notað eða sem við mælum með að þau noti. Þetta getur verið hljóðbækur og rafbækur og annað og einhver myndbönd sem við viljum að þau horfi á. Við erum með eitthvað kveikjuverkefni áður en að lotan byrjar alltaf. Og svo sjáum við hérna að það er talað 7 verkefni í kjarna sem þá 7 skylduverkefni og svo eiga þau að gera allavega 2 valverkefni. En þau geta valið þessi valverkefni úr risastóru af mjög mörgum valverkefnum. Og við erum hérna með einhverja tímahugmyndi hvenær það ætti að vera búið með hvert verkefni og svo framvegis. Og hæfniviðmiðin úr aðalnámskrá sem eru svona tengjast þessari vinnu og svo framvegis. Og svo koma hérna verkefni lýsingarnar. Og hérna byrjum við til dæmis á bara mjög einföldu verkefni þar sem við lesa einhverjar ákveðnar síður í bók, horfa á myndband og svara síðan ákveðnum spurningum og hérna erum við að fara fram á ákveðna tegund af skjali, hérna Google Docs skjal þar sem svörin koma fram. Í verkefni 2 erum við komin yfir í það
að biðja hugtakakort og í verkefni 3 þá erum við komin með bæði vettvangsferð, lestur á einhverjum síðum og svo að þeir að teikna myndir af sveppum sem við fórum í vettvangsferð á hjólum til þess að safna sveppum á þessum tíma og gera sína eigin rannsókn á sveppunum. Þannig að við erum að fara fram á alls konar verkefni og stundum erum við að fara fram á það að þau gera eitthvað ákveðið eins og til dæmis að teikna eða svara spurningum eða taka ljósmyndir eða eins og hérna í verkefni 6, þið sjá það koma hérna upp, þar erum við að biðja myndband sem afurð og það útskýrt að við viljum fá myndband sem gert í Keynote glærugerðarforritinu. Þannig að oft erum við að biðja ákveðna afurð og förum fram á að það sé gert í ákveðnu forriti og þá hugmyndin hjá okkur að á meðan þau eru að vinna með þetta efni og þá séum við að þjálfa þau og kenna þeim á eða láta þau fá aðgengi að efni þar sem þau geta lært á einhver ákveðin forrit, geta lært einhver ákveðna tækni og þannig að þau fái öll tækifæri og í raun og veru skikkuð til þess að spreyta sig á þessari fjölbreyttu tækni sem við viljum klárlega að þau nái. En síðan fá þau líka mjög fjölbreytt valverkefni í hverja einasta lotu sem að geta gengið út á ritun, þau geta gengið út á að taka myndir og svo framvegis, mjög fjölbreytt og tengjast inn á mjög fjölbreytt svið. Hérna erum við til dæmis með að láta fara í spíra og svo framvegis og svo alltaf þetta hérna valverkefni búið til þitt eigið valverkefni og þá sem sagt nemendur hafa alltaf tækifæri og við hvetjum þau alltaf til þess að búa til verkefni sem að tengist efninu og þá mjög gjarnan taka þau 1 eða 2 verkefni þarna eða eru með þessi verkefni sem við gerum tillögu að og gera síðan einhverja svona sína útgáfu af því, pæla í því hvort það sé hægt að útfæra þetta á einhvern annan hátt eða þá þau koma með bara mjög svona orginal og góðar hugmyndir og fá mikla hvatningu frá okkur til þess. En náttúrulega til þess að þessi hægt að vera að vinna svona, bjóða nemendum upp á þessa fjölbreyttu vinnu, þá þurfum við náttúrulega að vera með alls konar hluti í umhverfinu hjá okkur sem að gera þeim í raun og veru kleift að gera þessa hluti. Þið sáu þarna áðan þá, ég var með myndbanda með það sem ég var að mála vegg grænan. Tókum vantilega eftir í byrjun. Við erum til dæmis með græna veggi út allt og það út af green screen möguleikanum. En það náttúrulega miklu meira sem við erum með í umhverfinu sem á svona kannski að vera hvetjandi fyrir nemendur til þess að skapa og búa eitthvað til. Og hluta við sé til dæmis það að við erum að búa til okkar eigin efni, rafbækur sem að nemendurnir geta fengið og fá þar efni frá okkur það hvernig þeir að bera sig að í kvikmyndagerð með fjölbreytta upptökutækni og svo framvegis. Og ef þau í því verkefni að gera hlaðvarp þá erum við með efni sem við erum að búa til þess og líka náttúrulega tæki og tól. Við erum með hljóðnema góða og aðstæður þar sem við erum búin að í raun og veru kannski aðeins laga hljóðvistina þannig að þau geti farið og tekið upp hlaðvarpið sitt eða umræðurnar við góðar aðstæður. Og svo erum við með eitthvað efni, hvernig gerir maður animation eða hreyfimynd í Keynote og hvernig tekur maður myndglósur og svo framvegis. Þetta hluti af náttúrulega því að búa til aðstæður að hafa þessar upplýsingar aðgengilegar fyrir nemendur. En síðan erum við líka að safna alls konar vinnu aðferðum. Þarna sjáum við til dæmis á myndinni vinstra megin, þarna nemandi að hanna app og að fara í gegnum svona hluti sem að tengjast svona design thinking verkefni. Við erum með þrívíddarprentara, við erum með aðgang að málingu og alls konar svona. Og í raun og veru erum við eiginlega búin að búa til makerspace þar sem að þetta bóklega nám fer fram. Við erum með aðgang að öllu þessu þar sem að þau að vinna íslensku náttúrufræði verkefnin. Þetta bara í raun og veru
þessi tæki og tól og það sem við geta sótt sér í einu rými og það innangengt úr öllum stofunum sem við erum að nota. Við erum í svona tímabundnu húsnæði, svona skúrum út á lóð, en við erum að búa til aðgengi að alls konar svona hlutum. Við erum alltaf með alls konar svona pappa og allt sem við getum fundið í raun og veru sem hægt að búa eitthvað nýtt til úr pípuhreinsara og svoleiðis. Við erum komið með sægir og viðarbúta og svona þannig að þau geta í raun og veru ef þau ákveða að smíða eitthvað. Hérna sjáum við verkefni þar sem að við vorum að skoða orðið bylting og hvað felst í því og við vorum að skoða ýmsar byltingar sem hafa verið. Þessar stelpur að vinna eitthvað í tengslum við frönsku byltinguna og þau að smíða fallexi sem að þá tengist því. Í sama verkefni voru einhverjir með iðnbyltinguna og gerðu þá svona gufuvél úr kókdós og hitara og svona og allar aðstæður til þess að gera þetta eru bara alltaf til staðar. Við erum með svona stop motion kassa og þarna ekki verið að nota hann beint í stop motion heldur þarna eru þeir að setja að láta fræ spírast og það var einum iPad þarna fórnað yfir nokkra daga til þess að taka upp svona timelapse upptöku þegar að fræin voru að spíra og svo náttúrulega þessi sömu kassar notaðir í svona hefðbundna stop motion gerð. En þessar aðstæður eru alltaf til staðar í hvert sinn sem að nýtt verkefni í gangi, þá horfa þau á þessa hluti í umhverfinu hjá sér. Og þá gerast til dæmis svona hlutir eins og þetta, þú veist, af því að stop motion kassin þarna. Við vorum að tína sveppi og svo vorum við búin að teikna þá upp og svo urðu einhverjir sveppir afgangs og við vorum búin að stúdera þá. Þá var ákveðið að setja timelapse upptöku af sveppum á bakka sem yfir eina helgi til þess að sjá hvað myndi í raun og veru gerast. Við vissum ekkert hvað myndi gerast þarna. Þetta var bara af því að við gátum skilið eftir iPad sem að tók upp heila helgi og svo var allir mjög spenntir náttúrulega eftir helgina að sjá hvað gerðist. Þá komumst við til dæmis að því að það einhver skordýr þarna sem höfðu fylgt með sem fóru að skríða út allt og sumar tegundir brotnuðu niður hraðar en aðrar og svo framvegis. Þannig að svona verkefni verða til kannski út af því að það alls konar hlutir í umhverfinu sem að hvetja mann til þess að hugsa á einhvern ákveðinn hátt. Og svo það sem að kannski mér finnst líka skipta alveg ótrúlega miklu máli að nemendur fá að gera hluti aftur og þroskast í því að vinna svona af því að þetta stöðugt ástand að við séum að skapa alls konar hluti og búa til. Þá kannski, hérna erum við með verkefnalýsingu úr hefti fyrir 8. bekk og hér verið að biðja sem sagt teiknimynd úr Keynote og nemandi sem hefur kannski ekki mikla reynslu en að gera alveg góða hluti. Hún gróðursettur fræ og beið. Stundum getur það tekið marga mánuði bara að eitthvað gerist. Með hjálp sólar og rigningar vaxa trén. Trén taka inn koltvíoxíð eða CO2 og senda út súrefni O2. Við höfum ekki mikinn tíma. Þetta María nokkrum árum seinna með við tréð. Þarna nemandi í 8. bekk, hún að gera bara fína hluti fyrir 8. bekking. Hún að tala inn á, þú veist, það kannski, hún passaði ekki upp á að fara í þögult umhverfi og svona, þetta finna einhverja svona smá hluti að þessu. En síðan höldum við áfram, þau fá tækifæri aftur og aftur til þess að vinna svona verkefni og hérna vorum við á sama tíma með 10. bekk og þarna í verkefnalýsingunni notaði til dæmis Keynote þar sem þú síðan lesti við myndbandi til útskýringar og þá erum við komið með nemendur sem hafa gert þetta nokkru sinnum og eru farin að tengja jafnvel á milli þess að nota mismunandi tækni þegar þeir eru að gera þetta. Og handritavinnan verður miklu kannski dýpri og ákveðnari. Við skulum kíkja aðeins á þetta 10. bekkjarverkefni hérna. Til að sjá bæði bakteríur og vírusa þarf maður smásjá. Þannig að þeir eru jafn stórir. Þvert á móti, bakteríur getur maður séð með venjulegri smásjá, en til að sjá vírusa þarf maður að hafa rafeindasmásjá. Einhver munur milli smásjár og rafeindasmásjár? Þetta eins og segir einhver munur milli Nokia 1100 og iPhone 11 Pro Max. Venjulega smásjár hægt að finna mörgum stöðum, til dæmis í Langholtsskóla, en rafeindasmásjár oftast bara rannsóknarstofum.
Bakteríur geta fjölgað sér með því að tvöfaldast, hann 1,2 og 2,4 og svo framvegis. Vírusar á hinn bóginn geta ekki fjölgað sér sjálfir. Þeir þurfa að fara inn í frumur og nota þær til að fjölga sér, þar til að fruma springur og dreifir vírusunum enn frekar. Svo finna allir þessi nýju vírusar fleiri frumur og svo. Við sjáum sko hvað við segja, production value hefur aukist rosalega mikið þarna á milli ára og þetta gerist bara í raun og veru í mínum huga með því að gefa nemendum tækifæri aftur og aftur á að gera hluti og að gefa þeim feedback á það sem þeir eru að gera og að þeir smám saman átti sig á því að þegar þeir eru að nota myndefni og myndbönd og hljóðupptökur og annað til þess að koma upplýsingum á framfæri að það eru alls konar hlutir sem að væri þá sambærilegi við það að vera með gott og rétt málfar, vera með fína stafsetningu. Þú veist, það hvernig setjum við hlutina fram myndrænt, hvernig tökum við á upp, hvernig klippum við á saman til þess að leggja áherslu á orðin okkar. Þetta allt í raun og veru sko málfarið og stafsetningin í þessum miðlum sem að þeir eru að nota og til þess að þroskast í að nota þessa miðla eins og þeir eru klárlega að þroskast hjá okkur þegar við erum að vinna með texta því að við erum að endurtaka leikinn aftur og aftur og aftur og við erum að gefa þeim viðbrögð við því sem þau eru að gera og við sjáum þau alveg vaksa í textagerðinni að nú erum við kannski farin þegar þetta er orðið eðlilegu partur af öllu sem þau eru að gera, þá erum við farin að sjá þennan vöxt líka í notkun á miklu fleiri miðlum og þau sjáum bara í þessu myndbandi þarna er verið að blanda saman í raun og vera ótrúlega mörgum miðlum en þú veist, ennþá er þetta bara sama tækið iPadin sem er notaður þarna til þess að teikna og gera og búa til bæði hreyfimyndir og nota vídeó. Þannig að tækið í sjálfu sér er bara lítill hluti af þessu, það er bara hvernig þú hugsar og hvernig þú skapar í þeim aðstæðum sem að þú ert að vinna í og þar af leiðandi sko, ef þú ert að gera þetta aftur og aftur og færð fleiri og fleiri tækifæri, þá verður þú náttúrulega smátt og smátt betri. Það eru hérna sjáum við til dæmis þetta er 10. bekkur að undirbúa verkefni sem endar sem myndband, 9. bekkur, en þið sjáum við hvað er mikil textavinna bak við eitt mjög einfalt verkefni sem er á endanum skilað sem myndband, en það eru kannski ekkit allir farnir að fatta það í fyrstu skiptin, hvaða skiptir miklu máli í raun og veru þessi undirbúningsvinna bak við það, að í raun og veru myndbandi sem að maður sér og þau skila er kannski bara toppurinn á einhverjum ísjaka sem er mjög vel undirbúinn. Þú þarft að tileinka þér eitthvað efni sem þú ert að fjalla og þú þarft að setja það upp í einhvers konar handrit. Myndbandi getur síðan verið... Hæ, ég heiti Lilja og ég heiti Telma og velkomin í hlaðvarpið okkar Hvað er í gangi? Í dag ætlum við að fjalla fyrri heimsstyrjöldina. En já, Lilja, hverjar voru orsakir fyrri heimsstyrjaldarinnar? Stríðið byrjaði í raun og veru út af því að árið 1914 framdi serbneskur stúdent að nafni Gavrilo Princip morð á austurríska erfðaprinsinn Franz Ferdinand erkihertoga og konu hans Sophie. Þetta gerði hann því á þessum tíma var Bosnía partur af keisardæmi Austurríkis og Ungverjalands og nokkrir serbar sem bjuggu í Bosníu. En svona getum við lengi haldið áfram. Ég sé að tíminn okkar er eiginlega búinn, þannig að ég ætti nú kannski að segja stopp hér. Það er nú ýmislegt annað sem að ég gæti sýnt ykkur, en þarna er ég komin hingað aftur. En þarna, það er kannski ekki tími til þess á 20 mínútum, en eru þið búin að henda til mér einhverjum spurningum? Já, það er spurning hérna frá Kötlu, er stærðfræðin aldrei með í neinum lotum hjá okkur? Stærðfræðin var ekki inn í þessu, við erum ennþá með hana sér, en þegar við erum að fara í svona eðlisfræði verkefni, kraftur og hreyfing og svoleiðis, þá erum við búin að stilla okkur betur af heldur en í upphafi, þannig að við erum að reikna út úr svipuðum formúlum í smiðju, eins og það verið að fara í stærðfræðinni, og við erum að gefa kennaranum tækifæri á að fara í reikniaðgerðirnar kannski rétt áður en við byrjum. Þannig að, en stærðfræðin er ekki inn í smiðjunni. Það er einn af þessum tímum sem voru þarna í kring.
Ég sé að Brynhildur búin að deila hérna slóðin inn á smiðjan.com. Þar höfum við sett öll verkefnaheftin sem við höfum verið að gera síðustu 2 árin. Og svo erum við að uppfæra þau náttúrulega þetta árið og við munum halda áfram að dæla efni þar. Og svo þetta, ég veit ekki hvort að, síðan náttúrulega alls konar annað efni sem að fylgir þessu. Við til dæmis erum að nota Google Classroom alla daga. Við erum að því að við erum að kenna sem teymi, þá verðum við að passa upp á það að við getum hist í raun og veru á hverjum einasta morgni áður en að kennslan byrjar. Og við hittumst alltaf í svona korter 20 mínútur áður en að við förum út í kennslu. Svo hittumst við alltaf eftir að kennslu er lokið. Og þá erum við að skipta með okkur verkum, hver ætlar að klára þetta verkefnahefti og hver ætlar að fara yfir þetta og svo framvegis. Þannig að við erum í stöðugu svona samtali um það sem er næst og til þess að líka að halda okkur á réttum stað, þannig að allir séu meðvitaði hvar við erum, þá búum við til í raun og veru fyrir hvern árgang, fyrir hvern tíma. Þá erum við erum með svona glærusjó sem allir hafa aðgengi að í Google Slides. Og það bara matseðill dagsins hvar við ættum að vera stödd. Við búum hann til í raun og veru á hverjum degi fyrir alla 3 árgangana. Þannig að sá sem fer að kenna, hann getur alltaf opnað þannig þetta glærusjó og byrja tíman á að kasta því upp. Þú veist, nú ættu allir að vera komnir sirka hingað í þessu verkefnahefti. Við erum búin að vera að gera þetta. Þannig að við í raun og veru loggum alla daga og hvar við erum stödd í vinnunni í gegnum þetta Google Slides-skjal, sem er líka vinnuskjal, þannig að við getum varpað því upp á vegg. Þannig að nemendur geta séð svona hvar allir ætti að vera staddir. Svo væri náttúrulega bara frábært ef að þið hefðu áhuga á að kynna ykkur þetta betur, að einhver tíman þannig spurt, þetta ekki 4 árgangum. Unglingadeildin er bara 3 árgangar þar sem við erum með þessa smiðju, en teymiskennsla er eitthvað sem við erum að koma á fót í restina af skólanum. Það er svona verkefni sem við erum að vinna í. Við byrjuðum svona í teymiskennslunni í svona miklu mæli á unglingadeild, en það er eitthvað sem er að gerast í árgangunum fyrir neðan okkur mjög mikið líka. Það er líka þetta að við erum að horfa á árganginn sem heild, ekki í mismunandi bekkjum, þannig að nemendur hafa tækifæri á að kynnast þá fleiri kennurum og fá stuðning frá fleiri kennurum með mismunandi bakgrunn þegar þeir eru að vinna verkefnin, þannig að en þetta er að gerast í hinum árgangunum. Varðandi tækin þá erum við bara komin í 1 og 1 niður í 7. bekk, en við erum með gott aðgengi í bekkjunum sem eru yngri heldur en 7. bekkur. Þannig að í 4 bekkja árgangum erum við með alveg 2 bekkjasett og við náum eiginlega að dekka helminginn af hinum árgangunum tækjalega séð, en erum ekki komin alveg þangað sem við vildum komast. Fyrstu skrefin, hvað var erfiðast? Sko, þetta verkefni gekk ofsalega vel í byrjun, kannski af því að þetta er verkefni sem varð til hjá okkur kennurunum og í samtali okkar á milli, sem var rosalega gott. Okkur var ekki sagt að gera þetta, við teiknaðum þetta upp og fórum til skólastjórnenda og sagði við viljum gera hlutina svona. Og það væntanlega þurrkaði út það sem ég held að er kannski erfiðasta skrefið hjá einhverjum sem vildi, taka þetta módel og gera það sínu og koma því af stað í sínum skóla, er að það er mjög mikilvægt, held ég, að þeir sem að taka þátt í þessu, þeir séu alveg seldir á þessa hugmynd og hafi náð að koma sér upp svona sameiginlegri sýn á það hvað er sem að skipti máli og hvernig þeir vilja vinna og svo framvegis. En leið þá erum við með ólíka einstaklinga þrátt fyrir þetta og við erum að takast á, en það kom alltaf allir með eitthvað að borðinu og smám saman verður þetta að verkefni sem allir hafa haft áhrif á, sem eru í teyminu og eiga svona eitthvað í.
og það verður rosalega verðmætt og það verður mikil dýnamík í vinnunni hjá kennurum þegar þeir eru saman að skapa eitthvað svona nýtt úr kennslunni. Af því að ég alveg á því að kennsla sé mjög skapandi starf, en fyrir mig þá hefur hún aldrei verið meira skapandi heldur en eftir að ég fór að vinna með öðrum í að skapa þetta vinnuumhverfi sem við erum að vinna í núna. Þannig að fyrstu skrefi, erfiðast, ég myndi ímynda mér að það sé að búa til teymið sem það allt að toga í sömu átt. Eftir það þá er þetta bara að vinna. Við erum komið langt yfir tíman. Er einhverjar fleiri spurningar? Enginn að flýta sér. En þið megi endilega hafa samband ef það er eitthvað og vonandi eins og kom fram hérna áðan á einhver tíma getum við farið að hittast aftur og þá erum við mjög opin fyrir því að fá heimsóknir. Okkur finnst mjög gaman að fá heimsóknir og okkur finnst líka mjög gaman að fara síðan í heimsókn til annarra. Þannig að ég segi bara þið megi hafa samband til þess að fá nánari upplýsingar. Og ef ég get veitt ykkur aðgengi að ykkurum gögnum með eitthvað, þá er það alveg velkomið og svo vonandi getum við farið að taka á móti fólki í heimsókn einhvern tímann og við komum í heimsókn til ykkar. Ef ég bara segja þetta gott þá. Þetta er sáttir. Takk fyrir mig.